Velkomin í Kíktu í skúrinn. Í þessum þætti munum við kíkja á Saab 96 í eigu Sigmars Sigurðssonar. Skemmtileg saga þarna á ferð og svo það Packard Clipper Custom 1955 módelið en þennan glæsi bíl á Sigurbjörn Helgason. Og svo það Barki. Rúnar Einarsson hann kynnti fyrir mér bremsuslöngur, eitthvað flott öryggi sem við eigum öll að spá í fyrir hvaða bíl sem er. En hefjum leikinn á Saab 96 1952 módelinu sem Sigmar Sigurðsson á. Sæll Sigmar. Sæll. Hvað segir meistarinn? Ljómandi gott. Er það ekki? Jú. Hver er þarna sagan á bakvið? Nú er fjölskyldan búin að eiga þennan bíl síðan hann var nýr. Já, frá 1962. Já. Þá kaupið faðir minn hann nýjan, Sigurður Pálsson. Já. Og hann var sveitastjóri á Höfn í Hornafirði. Já, og það fylgir það ekki að vera sveitastjóri að það er oft verið að flytja fjölskyldun á milli. Já, það er bæði kostir og gallar. Já. Já. En þannig var að sko áður en hann gerði sveitastjóri þá var hann lögreglustjóri þarna fyrir á Höfn og var með Austin Gifsi sem lögreglubíl. Já. Og þegar hann hugðist kaupa sér nýjan bíl, þá pantaði hann sér Austin Gifsi sem átti að vera tilbúin einhverjum mánuðum seinna. Þegar bíllinn er klár og á að vera kominn til landsins, þá fer hann til Reykjavíkur með alla sína peninga, sækja bílinn sinn. Þegar hann kemur til Reykjavíkur, flýgur frá Hornafirði, þá er búið að selja bílinn einhverjum bankastjóra á Norðurlandi. Já, sæll. Og hann stendur uppi í Reykjavík með veskið alveg bara fullt af seðlum og er bíllaus. Já, og hvað er til ráða? Og hann hittir einhvern gamlan kunningja og fer að segja honum raunir sínar. Já. Sá segir honum að það sé nýtt bílaumboð sem heitir Sveinn Björnsson í Tryggvagötu að flytja inn sænska bíla. Já, góðan daginn. Og þar inni sé mjög fallegur rauður Saab bíll til sölu. Svo pabbi fer þangað og hittir þennan Svein Björnsson sem er þá einhver gamall vinnufélagi hans. Já. Og segir honum sína sögu að þetta hafi nú gerst með Gifsíinn og hann verði bara út úr sér bíl því að ef hann kom bílaus heim þá verði hjónaskilnað. Það myndi ekki ganga upp. Það myndi bara ekki ganga upp að koma bílaus heim. Nei. Og svo hann sýnir honum þennan Saab. Já. Sem var falur vegna þess að þetta er Ameríkubíll. Já. Pantaði fyrir amerískan hermann sem var á flugvellinum, Keflavík. Já. Þegar bíllinn kemur þá er búið að senda manninn eitthvert annað í heiminn til þjónustu hersins. Já. Þess vegna var bíllinn til, bara tilbúinn til afhendingar. Þá var hann engin hringvegur. Nei. Þannig að hann þurfti að keyra norður fyrir til að komast á Höfn. Já. Og morguninn eftir, þegar pabbi ætlar að fara að leggja af stað í vinnuna, þá liggja menn svona undir bílnum glápandi upp undir bíli. Já. Þá hefði menn bara aldrei séð svona bíl, aldrei vitað bara þetta merki. Nei. Og hvað þá að hann væri framhjóladrifinn. Allir bílar voru afturhjóladrifin. Já, nákvæmlega. Hvað er í gangi hérna? Já, þannig að menn þurftu að skoða þetta vel. Já. Og svo kemur nú að því að pabbi gerir sveitastjóri, hættir í lögreglunni, gerir sveitastjóri, fyrsti sveitastjóri Hornlendinga. Já. Og var það í nokkur ár og þá býðst honum starf í Stykkishólmi. Já. Þannig það er ákveðið að flytja þangað. Frá Höfn. Frá Höfn. Og þá er búslóðin sett í flutningabíl en allt sem við myndum þurfa að nota í byrjun var fyllt inn í Saabinn. Já. Við bræðurnir 3, mamma og pabbi, toppgrind á toppinn og allt tróðið. Svo er lagt af stað og það þarf að fara náttúrulega norður fyrir eins og áður. Það var nú þannig að þegar við vorum á ferðinni þá ausandi rigndi. Sjálfsögðu. Svo sprakk. Já. Þá var tekið allt upp úr skottinu og varð ekki sett undir og haldið á framferðast. Svo sprakk aftur. Þá þurfti að gera við. Þannig að dekkið var tekið,
langan úr og bætt, sett undir og pumpað í. Og haldið áfram. Og svo sprakk aftur, koll að koll. Á Akureyri þá var farið að leita að hjólbörðum. Það var bara ekki til að dekkjum í þessari stærð. Fréttist að framkvæmdastjóri eða eigandi Sanitas átti 2 ný dekk. Svo hann var leitaður uppi og sóttur heim til sín og fór niður í Sanitas til að selja þessu ferðafólki dekk. Og þá náttúrulega voru þau sett að framan, þau voru stærri heldur en átt að vera og komust ekki undir aftan og voru sett að framan. Já. Þá náttúrulega hætti að springa framan. Já. Og ferðinni var haldið áfram. Þegar við förum að nálgast Stykkishólm, hafa nú farið dalina. Já. Þá fór í sundur pústurörið og hávaðinn var þvílíkur að þegar að hundur á einum bænum ætlaði að hlaupa í bílinn. Þá snarhætti hann við, hljóp heim og inn í bæ og bóndinn stóð út á hlaði og var að leita flugvélinu sem hann heyrði í. En hvað sprakk lengi á leiðinni á Stykkishólm? Það sprakk 9 sinnum. Það var 9 skipti? Já. Já, sæll. Já, já. Þannig að 8 sinnum hafa þau þurft að bæta. Já. En segja mér aftur að því að síðan fer hann í hvíld og síðan er það félagi einhver sem tekur bílinn í reiðbæringu. Já, sko, það kemur í ljós að gólfið í honum var orðið svo ryðgað að framsætin voru laus. Það dingluðu bara? Það dingluðu bara laus og komu kubbur undir og svona og þá tók ágætismaður hann í viðgerð, Garðar Björgvinsson í Hveragerði og það var bara að panta nýtt gólf í bílinn. Og hann tók að sér að gera við hann, skipt gólfið, ryðbætti bílinn, sprautaði hann og ryðvarði og þannig fór hann heim í bílskúr hjá pappa. Pappi tók vélina úr honum til að þrífa vélasalinn og málaði vélina og þessi bílar eru allir með svona fríhjólingu þannig að þeir halda ekki við niður brekku eða út með fríhjólinguna á. Það lítið tannhjól sem á til að slitna og það var bilað. Þannig að hann gerði við þetta, setti vélina í, lokaði húddinu. Svo liðu 40 ár. Já, sæll. Og pabbi var þá orðinn látinn og það var farið að skipta. Mamma farin líka, hann var farið að skipta búinu og ég fekk að erfa bíl. Já. Og þegar ég sækja hann, þá náttúrulega allt loftfarið og öllum dekkjum. Búið að hrúa náttúrulega, ég bara svona rétt sá í hann fyrir drasli. Já. Ég hreinsaði frá honum og pumpaði í dekkin og þau héldu lofti. Dróði hann út og setti á kerru og fór með hann heim. Fór svo að dunda við að raða honum saman eftir sprautunum sem var gerð 40 árum áður. Já. Það vantaði nú helling á dóti. Já. Það vantaði hurðarhúnana utan og eitt og annað. Illfáanlegir hlutir. Já. En einhvern veginn hafðist það nú að koma honum saman og koma honum á númer, þetta glæsilega númer. Áttum heim í Stykkishólmi og vorum farið til Reykjavíkur. Og það uppgötvast þegar við erum komið stutt út fyrir bæinn að það eitthvað gleymst heima. Já. Þannig að pabbi snýr við og hann er búinn að keyra bara 2-3 metra þegar bíllinn steindir bara á sér. Já, sæll. Og hann bara vill ekkert fara í gang. Og það er farið að skoða og pabbi finnur ekkert út úr því. Og það kemur þarna bifvélavirki úr hólminum og fer að leita að bílum. Hann finnur enga bílun en bíllinn vill samt ekki fara í gang. Nú, við vorum búin að bíða lengi bræður og Ingvar bróðir lappar aftur fyrir bílinn til að pissa. Já. Og þegar hann er búinn að því þá kemur hann til pappa og segir, heyrðu pappi, og segir pappi, ekki vera að trufla mig, við erum að koma bílnum í gang. Já. Já, en pappi, á að vera svona gras út úr pústurörn. Þá hafði hann rekið pústurörið í þúfu þegar hann sneri við og stíflaði pústur. Og þetta var auðvitað bara hreinsað og... Já, það var bara að tekið inn vasanýfurinn og hreinsað á pústurinn og bílinn bara í lagi. Já, ekki.
En þessi bíll stendur í dag og má segja sé bara algjörlega orginal. Hann alveg orginal. Allt nema náttúrulega lakkið, Já. það síðan 74. Já. Og gólfið já, þannig að öðru leyti hann alveg orginal. Og þú ert farin að keyra á honum? Já, ég fann að monta með honum. Er það ekki? Jú, vekur mikla athygli. Já, en það ekki skrítið þetta. Það marga þumalputta. Já. Þetta bara huggulegt, hérna. Og hann 4 að gera. Hann 4 að gera, sko. Má ég prófa að Já. snúa? Veitu hvað þetta í gang? Hann var snöggur í gang. Sko, þetta bara flott. En það fer vel mann inn í þessu. Já. Hátt í lofts og bara glæsilegt. Já. Þetta bara magnað. Já. Lítum á risamótorinn. Þetta ekki smá. Það orginal vasskassi. Og þetta er 850 kúbík. Þetta er 850 kúbík, það er því og þryggja sildar á. Já. Það allt upprunalegt hér í húddinu. Ég vissulega setti nýjar hósur. Auðvitað. Ég þorði ekki að fara að keyra bílinn á gamlu hósunum og lenda í vesinni. Hérna pláss þess að gera við líka. Já. Svo gaman frá því að segja að það voru gardínur til að draga fyrir í vondum veðrum. Já, auðvitað. Fyrir hérna húddopnuna. Já, þannig að þú gast. Og það er náttúrulega allt fast. Já, það lyfti þetta bara aðeins. En það kom vír hérna og inn í bílinn og þú gast togað í og dreigið mismikið frá og fyrr. Já. Það er svo gaman að hvað er náttúrulega eðlilega, mótor lítill og annað og það var alltaf svona gert ráð fyrir að hlutinni gætu bílað. Já. Og takt eftir því að vaskassinni fyrir aftan vélina. Og svo er annað að Ameríkubílinn, hann var fleiri spaðar á viftunni, á kæliviftunni. Og meiri kæling. Já, það voru 5 spaðar en bara 3 á hinum og menn lentu yfirleitt í vandræðum á fjallvegunum hérna upp fjallvegina út af því að þeir vildu yfirhita sig. Já. Og þá var trix að kveikja á miðstöðinni á fullan hita og opna alla glugga og þá dugði kælingin. Og þetta voru allt malavegir þannig að stundum þurftu menn að bakka upp. Það kom fyrir. Já, af því að hann spólaði bara ef þú keyrðir áfram. Já. Og þá var það trixið að bakka upp malavegina. Þetta er bara stórglæsilegasta inntaka bíl og gaman að fá að koma og sjá hann og fá sögur hans. Já. Það er alveg snillt. Já. Og hérna, ég er alveg mjög ánægður og mér hlakka til að sjá hann á ferð. Já. Ég ætla að fá að þakka þér fyrir að hleypa mér hérna inn og fá þetta í gegn. Takk svo mest, mín var ánægð. Takk. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Bíllinn þinn á bara skilið það besta. Auktu verðgildans og sendan til Jobba. Bón og þvottur hjá Jobba, Skeifan 17. Ekkert einnota plast í september. Fróðleikur og ráð á plastlauseptember.is. Plastlaus september. Sérhæfð og vottað þjónustuverkstæði fyrir Volkswagen og Skoda. Bílsson, Kletthálsi 9. Eigum kerrur til flestra nota og dráttarbeisli fyrir allar gerðir bíla. Víkurvagnar. Þá er það Barki og Rúnar Einarsson. Sæll Rúnar. Hvað segirðu? Hérna ertu búin að... Já, hérna ég þýtti aðeins á borðið hérna svolítið þessu efni sem við notum til að smíða bremsuslöngur og dót sem við erum með í kringum það. Svona í upphafið þegar við fórum í það að ákveða að smíða bremsuslöngur og finna okkur aðila þá var svona markmiðið að vera kannski með svipað system á þessu eins og við erum með í vökvaslöngum sko, og þekkjum. Það koma menn bara með slönguna og úr vélum og við bara smíðum eftir henni, bara hermum eftir henni. Já, nákvæmlega. Amerískur aðili sem þetta heitir Breakquip og hægt að finna yfir vörurnar á breakquip.com. Það eru stýrislöngur, það eru ekki bara bremslöngur, það eru stýrislöngur og bremsurörin. Kúniferrör svo kalluðu mjúk. Eins eru þeir með ryðfrítt og það er farið hérna út í hægt að elta
Mótorhjólakallarnir geta hér komið og fengið slöngur í lit og riðfría enda og svona. Já, menn geta verið með slöngurnar séu þær sjáanlegar og þá hægt að hafa þetta í smá stíl. Já, það svona ákveðin hópur, kúnnahópur sem leggur ekki bara upp úr því að vera með vottað efni heldur vilja líka kannski vera með þetta flott. Já, og þeir smíði fyrir allt og alla, þið eru ekki bara fyrir þennan eða hinn. Nei, bara smíðum í raun og veru. Það hægt að fletta upp sko í forriti, fá lýsingu af slöngum, en við svona leggjum meira upp úr hinu af því það ekki alveg fullkomið. Það finnur ekki allt þar. Að bara vera með þetta system sem ég segja maður bara fær slönguna eða lýsingu af slöngu gegnum síma og smíðum eftir því. Og svo kemur hérna inn einhver sem veit ekkert þetta, en hann kemur bremsuslöngu af einhvers konar tæki. Já, ef að maðurinn veit ekkert sko, hvort þetta eru millimetrar tómur eða úr hverju þetta eða annað, þá bara greinum við það, þá bara finnum við hvort það gengirnir eru tómur eða millimetrar eins og þú segir, og finnum það út og síðan bara flettum við þér upp endanum í raun og rétti því fyrir þá í þann kafla sem það á við, hvernig endin lítur út og þá þetta hérna svona tiltölulega einfalt system, finnum númerið og fyrir svo og eftir númeraröð og náum í viðkomandi enda. Og svo erum við með alla þessa fylgihluti með bremsur, samtengi, náttúrulega bremsu, nippla á rörin, banjó, loftskrúur og svo framvegis sko. Hérna kannski svona, sýnir kannski aðeins. Smá sýnir svona flórunni að því svona. Þetta misselvað þeikt og annað. Já. Og svo eru hérna sumar með gúmíinu í. Já, það eru vírofnar og svo hægt að fá þessar vírofnar með hlíf og hlífarnar geta verið í lit, bláar, rauðar, grænar eða án hlífar eins og við erum með hérna og svo bara þessar hefðbundnu bremsuslöngur, svörtu gúmíslöngur. Já, bara venjulegar. Og í alla bíla bara, það er merkilegt hvað til og hvað hægt að bjarga sér. Menn geta hægt núna ekki að splæsa það saman, hún ekki nógu löng og þá finnum við bara eitthvað aðra. Já, það var nú hugmyndir hérna sko að því þetta svona kunnahópur hérna hjá okkur, það þessi jeppabreitingakallar hefur verið í gegnum tíðina og það var alltaf vandamál að þegar menn voru að hækka upp bílana og lengja og hvað þeir voru að gera, þá þurftu þeir lengri slöngur og þá var oft verið að splæsa saman tveim eða eitthvað svona. Núna getum við bara klippt niður lengdina sem þar og sett viðkomandi enda og síðan allar slöngur sko, þær eru pressaðar og þrýstiprófaðar. Þannig að hér fer engin slanga út á hans að vera þrýstiprófaðar. Þannig getur komið einhver hérna sem vantar svona og hann býður bara. Já, það er hægt. Það er líka, það er yfirleitt hægt þannig. En svo getur það nú verið svona aðeins flóknar sumar, það er kannski einhverja kræklur eða annað. Hvað er þetta dagurinn? Nei, það er bara að gefa okkur klukkutíma eða eitthvað skilur við. Það getur borgað sig að fara eitthvað í annað enda og koma svo aftur. En yfirleitt er hægt bara að bíða. Og þið eru með, þetta er nú ekki smá auka hlutir hérna? Það er mikið og er enn verið að bæta í þannig að við erum enn að byggja upp. Við erum ekki komin með alla línuna. Nei. En það þarf einhvern veginn að eiga bara allt ef átt að geta sinnt verkefninu vel. Nákvæmlega, þannig að við erum að tala um bara alla bíla. Alla bíla. Mótorhjól. Vörubíla og torfærubíla. Bara jeppa bara í það. Við getum sagt sko að það er til sverari bremsuslöngur eins og í vörubílum hana. Við erum ekki konið þangað. Við erum bara meira í þessu fólksbíla og dæmi sko. Já, þið stefnið í þá? Við bara stefnum að eiga bara það sem þeir eru með. Ef mann er ofbyður þá kannski stoppa maður sko. Þetta er endalaust en þetta er svona, myndi ég segja 90% alveg komið í fólksbílunum, já. Svo eru þið náttúrulega í stýrislöngum líka? Já, við erum aðeins í því að smíða stýrislöngur í bíla. Þá erum við með stýrislöngur frá þessu sama aðila, Breakaway. Og enda sem við pressum á og hérna fylgdum aðeins í því að það er oft sko rörarbeygjur og kræklur, þannig að þetta er nú en við erum með þetta efni, við getum gert þetta og hefum smíðað bara þó nokkuð af stýrislöngum. Já, þannig að menn geta leitað til okkar með það og yfirleitt gengur það vel sko. Já. Þetta er nú þetta kúniférrör, þessi mjúku bremsrör. Þetta er blanda af nikkel og kopar og einhverjum góðmálmum. Þegar maður í þessu, sem gerir það verkum að það er mjög þægilegt að leggja þau og beygja þau þó án þess að þau leggist saman. Þetta er ekki koparrör. Nei. Það er ekki gott að vera með koparrör af því að
Kóparrörin getur sagt sko geta verið ákveðið hættuleg. Já. Þau eru það mjúk og hérna fara stein í þá kannski lokast það og Já. þetta harðara en það. Já. En samt ákaflega mjúkt og þægilegt að leggja þetta. Já. Og þessi rör eigum við líka ryðfrí, svona fyrir ef að menn eitthvað að pjallast. Við erum bara mjög góðir með þetta. Já. Og ég ætla að fá að þakka þér fyrir Þakka þér, gaman að sjá ykkur. Þá er komið að Sigurbirni Helgasyni með Packard 1955. Blessaður. Velkomin. Takk. Hvað getur þú sagt mig frá þessum bíl? Þetta er náttúrulega bíl sem hefur búið að fylgja þérfæli. Þú þekkir sögu hans náttúrulega vel. Já, þessi bíl heitir Packard Clipper Custom. Já. Árið 1955. Já. Hann var pantaður uppalega fyrir Þorbjörn Jóhannesson, kjötkaupmann í kjötbúðinni Borg. Já. Og framleiddur miðjan júlí 1955 og sendur til Íslands og kemur hingað í seinni part ágústmánaðar 1955. Þetta var 150.000 krónur á þessum tíma sem að þessi útgáfa kostaði. Já, og svona venjulegur bíl annar, það var bara svona... Ég hef heyrt til dæmis að Mercedes-Benz 1955 hafi kostað 100.000. Já. Og Volkswagen Bjalla 42.000. Já. Og það er líka annað með fjöðrunarbúnaðinn. Hann er ekki svona eftir gormar og hleppar. Custom módelið var með sama fjöðrunarbúnað eins og Patrician 400 og Caribbean. Það eru 4 láðréttar stangir undir bílnum sem snýst upp á. Það hafði verið svo mikið slys í Bandaríkjunum á sínum tíma því að menn voru að fara í ferðalög með fullt skotti af farangri og ljósin lýstu bara upp í loft. Þannig að þegar menn voru kannski í myrkri á hraðbrautunum og sá ekki neitt að þegar ljósin lýstu upp í loft. En í staðinn þá komu hann með þennan búnað og þá eru ljósin alltaf bein óháð því hvort það séu 5 manns í honum, fullur bensíntankur og fullt skott af farangri. Mér var sagt núna fyrir nokkrum árum að það væru líklega eftir bara 2 bílar með orginal með leðursætum og hinn væri 56 módel og að því þetta er export, þetta er útflutningsbíl, þá voru þeir sendir með leðurinding í burtu. Það er V8, Packard mótor, 352, 245 hestöfl með Rochester 4 hólfa blöndung. Einstaklega gangþýð vél og hann er stundum kallaður rafmagnsbíllinn þegar hann kemur niður á hörpuplan. Já, hann bara líður framhjá og miðað við þessa stóru vél þá menn alveg bara koma að hann og segja ha, er hann í gangi og svo snertaði bretti og segja já, hann er í gangi. Það er Packard sjálfskipting, Ultramatic, Twin Ultramatic Transmission sem er 3 gíra og með með 2 pöll á dræfinu og gast sem sagt sett í seinna dræfið og það var svona bara fyrir venjulegan akstur. Svo ef þú varst til dæmis í snjó eða hálku eða sandi eða eitthvað svo þá gast þið sett í fremra gírið. Þá fór hann ekki í fyrsta gír, þá fór hann bara í annan gír. Packard var komin í vandræði með, þeir voru svo lengi með flöturúðurnar og ekki svona virkilega bognar. Þeir koma með þetta, þeir fylgja auðvitað straumunum, 55 og koma með svona panoramarúðu eins og hinir. Stærsta 8 cylindra vélinn í kubíktómum á bandaríska markaði 1955. Það var big block og ég minnir hún því hálft tonn á því. Það er ekkert minna. Hér er bara allt eftir hann. Hún var reyndar gerð upp fyrir 19 árum síðan, af Þótti Jónssyni, en það var notað allt, það var fengið allir orginal varahlutir í hana til þess að gera hann upp. Í dag er lítið mál að fá í hann varahluti, en þegar ég eignaðist hann, þá bara spurðuðu mig, Packard, er þetta Hewlett Packard? Eða einhver tölva eða eitthvað svona. Já, það er í gangi. Það er í gangi. Nei, og þá rak maður sig á að það var erfitt að fá í hann varahluti. Það fór nú í honum sjálfskipting fljótlega, líklega 1983, þá fór í honum sjálfskiptingi. Og
Það tók mann bara alveg 3 ár að finna aðra sjálfskiptingu. Á haustmánuðum, eða veturinn 1985, þá birtist auglýsing í Classic Cars and Parts einhvern Gail Smith í Texas sem var að rífa svona bíl. Bílabúð Benna sem var þá nýlega byrjuð að panta varahluti fyrir menn til þess að hafa samband við manninn og aðtók hvort hann ætti þessa skiptingu um það. Jú, hún var til og hún var send bara til Íslands og sett í bílinn og hún hefur bara gengið alla tíð síðan, ekkert vesen á henni, með að hún kom bara notuð og notuð bíl. Ég hugsi ég hafi bara fæðst með þessa dellu í blóðinu. Já. Ég var byrjaður bara á unga aldri að skoða gamla bíla sem voru númerslausir hér og þar og svo sá ég þennan bíl sennilega sumarið 1975, það sem hann stóð á bakvið Laugaveg 78. Þetta tímabil hefur reyndar alltaf heillað mig. Þetta 55, 6, 7, músikinn og bílarnir og litirnir og svona. Þannig að þess vegna kannski hef ég átt bílinn allar götur síðan. Hann einmitt spurði, eitt af spurningunum sem hann spurði fyrir eigandi þegar ég eignaðist hann, hvort ég hefði bílskúr. Það geim hann í. Já, þá var þetta alltaf leið, þannig að þá gekk málið upp. Þá gekk málið upp. Við þökkum fyrir að sinni, sjáumst hress í næstu viku við stútfulla þátt.